Yfir 900 hafa verið drepin í suðurhluta Sýrlands í þessari viku. Sýrlendingar hér á landi segja þetta þjóðernishreinsanir sem verði að stöðva strax. Nýjar íbúðir seljast mun verr en gamlar, en þannig hefur það ekki verið í rúman áratug. Fasteignasali segir mikinn áhuga á nýjum eignum, en sífellt fleiri standist ekki greiðslumat. Ósvífnir hettumávar hafa í sumar rænt mat í miðbæ Akureyrar. Kaffihúsaeigendur ætla að freista þess að sjá við þeim og hafa ráðið fleiri en dyravörð. Og sápubolti, hoppukastalar og andlitsmálun var meðal þess sem landsmenn gátu notið á bæjarhátíðum víða land í dag. Á Sogni í Hvalfirði var haldin árleg rúlluskreytingakeppni. En hvað ertu með kynnin? Hvað ertu með? Ég var að sprauta svona bleikt á kinnina mín. Komið þið sæl. Við erum enn seinna á ferðinni en venjulega vegna framlengingar í leik Frakklands og Þýskalands á EM-kvenna í fótbolta. En við ætlum að byrja út í heimi. Því þrátt fyrir að forseti Sýrlands hafi lýst yfir vopnahlé í landinu, hafa átök geisað í borginni Suweita í dag. Yfir 900 manns hafa verið drepin þar í vikunni. Mannúðarástandi í Suweita hefur verið lýst sem skelfilegu. Spítalar eru yfirfullir og bardagar á götum úti milli bedúína og drúsa. Bedúínar eru sunnímúslimar og drúsar eru meirihluti íbúa Suweita. Talið er að alls séu þeir 1 milljón og býr hluti þeirra einnig í Líbanon og Ísrael. Stjórnarherinn fór til Suweita héraðs í vikunni til að stilla til friðar en var sakaður líkt og bedúínar að hafa beitt drúsa ofbeldi. Talið er að 940 manns, almennir borgarar, liðsmenn vopnaðra hópa og hermenn hafi verið drepnir síðan á sunnudag. Sameinuðu þjóðirnar hafa fengið tilkynningar aftökur án dóms og laga, mannrán og skemmdarverk. Among the reported perpetrators were members of the security forces and individuals affiliated with the interim authorities, as well as other armed elements from the area, including the Druze and Bedouin. Ísraelar hafa stutt drúsa og hörfaði Sýrlandser frá Suweita í vikunni eftir árásir Ísraelshers. Sýrlandser komin aftur til héraðsins. Ísraelar og Sýrlendingar hafa samið vopnahlé og í dag lýsti forseti Sýrlands yfir allsherjar vopnahlé. Þó virðist ekkert láta á átökum vopnaðra hópa. Fréttamaður bresku sjónvarpsstöðvarinnar Sky lenti í skotlínunni í gær. Sýrlendingar og fleiri komu saman við bandaríska sendiráðið í Reykjavík í dag. Þeir segja afar brýnt að mannúðaraðstoð verði komið til nauðstaddra og bandaríkjastjórn beiti sig fyrir því að þjóðernishreinsanir verði stöðvaðar. We've lost so many people and a lot of people are being killed solely on the basis of being Druze. They are being exterminated on a religious reason. So you must be worried about your family there. Yes, very, very worried. I can honestly say those have been the worst days I've ever experienced. We have lost so many loved ones, so many friends, and the worst part is it's ongoing still. No words can describe this discrimination against my people, Druze people, and we are facing this ethnic cleansing just because of our religious background. That's the only thing we did. Nú aftur hingað heim. Nýjar íbúðir seljast mun hægar en eldri íbúðir. Fasteignasali segir að fólk sé áhugasamt að kaupa nýjar íbúðir en mjög margir standist og ekki greiðslumat. Samkvæmt skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar eru 61% líkur á að lítil og ódýr íbúð sem notuð seljist innan 60 daga á höfuðborgarsvæðinu. Til samanburðar eru aðeins 26% líkur á að lítil og ódýr íbúð sem ný seljist á jafnlöngum tíma. Hlutfall íbúða sem seljast svo nýjar er sögulega lágt nú og hefur ekki verið lægra síðan bara 2013.
Þá var lítið frambúð af nýjum íbúðum bara vegna þess að það er lítið byggt eftir hrun. Þorsteinn segir ástæðuna ekki ljósa en þó geti það haft áhrif að nýbyggingar liggi oft þétt upp við hverja aðra. Við stungum upp á nokkrum atriðum sem hafa kannski verið í umræðinu en höfum ekki mælt það nákvæmlega, til dæmis eins og birtuskilyrði, þrengsli, fjölda bílastæða og eitthvað slíkt. Í skýrslunni kemur einnig fram að alltaf 80% einstaklinga, það er að segja fólk sem er ekki í sambúð, standast ekki greiðslumat fyrir nýrri íbúð þó þeir eigi fyrir útborgun. Hver heldur þú að sé ástæðan fyrir því að nýjar íbúðir seljast verr en gamlar? Já, helsta ástæðan er vaxtastigið og vaxtaviðmið Seðlabankans. Það er svona aðalega að hindra það að fólk bara hreinlega geti keypt húsnæði. Við erum ítrekað að sjá það að fólk er að bjóða í nýjar íbúðir en stenst ekki greiðslumat. Það er kannski leitað þá frekar í eldra húsnæði sem er ódýrara en þar er aftur minna framboð í augnablikinu heldur en hefur verið. Þannig að það er ekki það að fólk hafi ekki áhuga á að kaupa sér nýjar eignir, það bara stenst ekki greiðslumat. Við myndum það þannig, við erum ítrekað að sjá það að fólk kemur og skoðar, gerir jafnvel tilboð í kjölfarið en hreinlega næri ekki fjármögnun. Það er erfitt að horfa upp á fólk bíða og geta ekki fjármögnun sig. Þetta eru heimili fólks og það þarf þakka yfir höfuðið. Ísraels her hefur drepið að meðaltali 28 börn á dag síðan í október 2023 samkvæmt UNICEF barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Herinn hefur sett aukinn þunga í að jafna heilu bæina og hverfin á Gaza við jörðu. Síðan vopnahlé Ísraels og Hamas lauk í mars hefur Ísraels her jafnað þúsundir bygginga á Gaza við jörðu. Þetta kemur fram í úttekt BBC breska ríkisútvarpsins. Þetta hefur herinn ýmist gert með sprengingum í árásum, með gröfum eða hvoru tveggja. Stórum hluta borgarinnar Rafa á suðurhluta Gaza hefur verið eytt og hefur varnarmálaráðherra Ísraels lýst fyrirætlunum að senda þangað 600.000 palestínumenn á stað sem hann kallar mannúðarborg undir yfirráðum Ísraela. Í umfjöllun BBC segir að í Facebook-hópum Ísraela sé auglýst eftir reyndum gröfumönnum til starfa við niðurrif á Gaza og að starfsaðstæðum sé lýst sem mjög góðum. Ísraels her drap 70 manns hið minnsta á Gaza í dag samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum þar. Þar af yfir 30 sem biðu í röð eftir neyðaraðstoð. عدد الشهداء طبعا مرشح للزيادة، أنا قلت 32 وهو مرشح للزيادة بسبب خطورة ومناطق الاستهداف، أنا أتحدث هنا عن الرأس والصدر وهذا يعني أن معظم الحالات حرجة وبعضها قد يفارق الحياة بسبب صعوبة مناطق الاستهداف. Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna varaði við því í vikunni að þúsundir væru á barmi hungurs. Einn af hverjum 3 fá ekki mat dögum saman. Ísraels her hefur drepið 59.000 manns síðan í október 2023, þar af 17.000 börn. Að meðaltali hefur herinn drepið 28 börn á dag. The equivalent of an entire classroom. Consider that for a moment, a whole classroom of children killed every day for nearly 2 years. These children are not combatants. They are being killed and maimed as they line up for life-saving food and medicine. Hægt og rólega hefur dregið úr eldgosuna á Sundhnúksgígaröðina á Reykjaneskaga. Núna gís á 2 eða 3 stöðum miðbik sprungunar sem myndaðist á miðvikudaginn og gosórói er enn stöðugur. Mikla mengun leggur frá gosinu og hún fer hægt yfir í hægviðrinu sem hefur verið á landinu síðustu daga. Bláleit gosmóða liggur því yfir stórum hluta landsins og hefur náð til norðurs yfir Grænland. Spáð er vestlægri átt fram til morguns og því gæti mengunin borist víða suðvestanvert landið og jafnvel inn á hálendið. Ferðamenn í Bláa lóninu í dag létu hvorki mengunina né eldgosið hafa áhrif á Íslandsdvölina. We've been trying to visit the volcano before, so we just thought that it would be quite a nice experience to get to experience it. Have you been to see it? Yeah, but it wasn't close enough. But still, it was quite unforgettable. Yeah. You're not concerned? No. It seemed pretty safe to us, and we enjoyed it. And we saw it on the news. Of course, all our friends knew we were coming and forwarded us the articles, but it's a little unnerving. But once we got here, it seems calm and the weather's beautiful, so it's been fine. We weren't too worried.
So it didn't throw anything in your plans coming here when you... She can run really fast, so I wasn't really worried at all. Leigjendur í Barcelona á Spáni segja vart hægt fyrir heimamenn að leigja sér eða kaupa íbúð lengur. Fjöldi ferðamanna hafi þrýst verðinu upp. Þar í borg, líkt og víðar, hefur verið tekin upp ferðamannaskattur. Straumur ferðamanna til borgarinnar Barcelona á Spáni hefur haft í för með sér hærra verðlag og hækkun fasteignaverðs svíður einna mest. Aquí nos encontramos que hay una parte del discurso que dice que falta vivienda, como si faltasen pisos físicamente, pero vemos como hay 10.000 viviendas destinadas al turismo en Barcelona, hay más de 100.000 en Cataluña, y muchas otras viviendas destinadas a alquiler temporal, a co-livings o pisos que están vacíos. Árið 2028 verður leifum til útleigu á íbúðum til ferðamanna í Barcelona fækkað. Það þykir þó ekki nóg, enda fjöldinn allir af íbúðum í eigu útlendinga sem dvelja á Spáni í fríum. En definitiva, que los pisos sirvan para vivir en ellos, no para hacer negocio con el turismo, no para contratos temporales, no para instalar co-livings que son como hoteles fraudulentos, sino para que vivan familias. Sífellt fleiri borgir hafa lagt ferðamannaskatt á gistingu. Yfir 100 milljónir evra komu í kassan í Barcelona í fyrra af innheimtu ferðamannaskatts. Honum til dæmis varið til viðhalds á söfnum og almenningsgörðum. I mean, it's fair that you have it, but in Barcelona it's really high compared to other cities. I guess every city has it, so I didn't mind because I know that mine also has it. Í Berlín var ferðamannaskattur hækkaður úr 5% í 7,5% í byrjun árs. Well, when we booked the hotel on Expedia, it did say that there is a city tax. Honestly, we forgot about it. And then when we got to the hotel, they were like, hey, you need to pay this. Ja visst, det finns ju en turistskatt, det visste man om. Men att det skulle vara 7,5%, det var kanske lite väl saftigt. Men vad ska man göra? Endurbætt Vesturbæjarlaug var opnuð á nýju dag eftir viðgerðir. Í lok ágúst stendur svo til að opna 2 sánur og koma fyrir nýjum rennibrautum. Vesturbæjarlaugin í Reykjavík opnaði í morgun eftir 2 mánaða lokun vegna viðhalds. Og það óhætt að segja að bæði ungir sem aldnir sundlaugagestir hafa verið glaðir að komast aftur í sund. Ég bara svo að lappa að meta, sjá hvað nýtt sko. Ég rata hvort þessi handrið séu ný eða ekki. Það eitthvað aðeins búið að breyta inn í útiklefanum. Og komið ný blöndunartæki, stórt dagur. Nei, þetta bara rosa fínt. Og það stóð ekki á svörum þegar spurt var hvað væri skemmtilegast í sundi. Laugin sem í hjarta Vesturbæjar á sérstakan stað í hugum margra. Það allt annað að sjá laugina, hún alveg eins og ný laug í dag. Já, við erum saknaði svolítið að geta labbað bara í sund. En við erum búin að nýta tíman og prófa aðra sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu í staðinn. Laugarkerið var byggt árið 1961. Það reyndist í verra ásigkomulagi en reiknað hafði verið með og þurfti að gera múrviðgerðir á því. Á sama tíma var farið í endurbætur á afgreiðslu og sett upp nýtt neyðarkerfi. Bara yndislegt, já. Þetta virkar svona ferskara svolítið. Mátt alveg við því. Aðgerðum hefur fjölgað í Frakklandi þar sem fólk lætur skipta augnlit sinn. Ljósir litir eru vinsalastir, en augnlæknar bjóða hins vegar ekki upp á hvaða lit sem On va faire une petite mesure. Vous avez des yeux qui sont tout à fait normaux, donc vous êtes éligible à l'opération. Munim Sab hier augnlækni því hann langar að láta breyta augnlitnum sínum. Et aujourd'hui la technologie nous permet d'en bénéficier. Moi voilà, c'est une petite signature quand je vais faire comme toi papa. Aðgerðum sem þessum hefur fjölgað í Frakklandi. Ljósir litir eru vinsalastir. Qu'est-ce qu'on me demande? Principalement des couleurs claires. Si on me demande du noir, je ne fais pas. Si on me demande des couleurs fluo, je ne fais pas. Í aðgerðinni skorið í hornhimnuna og litarefni sprautað yfir lithimnu augans en augasteinunum hlíft. Aðgerðarnar eru kostnaðarsamar, kosta frá 1 milljón upp í vel á aðra milljón íslenskra króna. Og eins og öðrum aðgerðum fylgir þessu áhætta. On peut avoir des inflammations liées à la présence du pigment.
On peut avoir une infection, bien évidemment, si les conditions d'asepsie ne sont pas rigoureuses. Et puis, on peut avoir aussi, ce qu'on redoute, nous, une déformation de la cornée. Et ça, c'est une complication parce qu'on va avoir une baisse de la vision. Voilà, monsieur. Magnifique, magique, très bluffant. On voit l'avion en bleu maintenant. Mávar hræðast ansi fátt þegar matarbiti annars vegar. Kaffihúsaeigendur í miðbæ Akureyrar ætla að freista þess að halda þeim fjarri með nýstárlegum aðferðum. Það er ekki auðvelt að njóta þess að borða úti í góða veðrinu í miðbæ Akureyrar. Matargestir mega vart líta af matnum þegar mávagengi fer af stað og verja þar hvern munnbita með kjafti og klóm. Og þau eru, dónulegt, taka allt í sundur og líka fljúga á matinn á borðið og taka allt. Það ítir að horfa, svo kemur bara 10-20, sæki matinn. Árásirnar leggjast illa í gestina og eigendum kaffihúsins var ekki til setuna boðið. Við bara hugsa hvað við getum gert með þessi mávar vandamál. Þau eru svo pínu dónulegt. Nú er þessi hrafn kominn til bjargar. Hann er fuglarhæða sem svífur í 6 metra hæði við kaffihúsinu. Fyrir utan skemmtaragildi fyrir gesti og gangandi hefur hrafnin tilætluð áhrif. Þetta geta ekki allt en samt, þetta er eitthvað sem, ef þú sér með eitthvað vind, þá er þetta, hjálpið það. Og mávarnir virðast fara í manngreinarálit eða fuglgreinarálit. Þeir báru enga virðingu fyrir uglu sem stóð vaktina á undan hrafninum. Nei, við varum að hugsa kannski hjálpa það, en það var ekki, nei, hann standa bara og horfa. Nei, það gerast ekki neitt. Þannig ef maður ætlar að fá sér svona fugl til að fæla þá er betra að hafa fljúgandi hrafn heldur en uglu? Eitthvað svona fljúgandi, eitthvað svona scary, þeim geta hjálpa aðeins, Líflegar bæjarhátíðir eru víða land þessa helgina eins og flestar aðrar helgar í sumar. Við skulum kíkja á nokkrar og byrjum fyrir norðan. Á Ólafsfirði var árlegt sápuboltamót. Keppt var í 4 manna liðum og ýmsar skemmtilegar viðurkenningar veittar, meðal annars fyrir flottasta búningin. Menningarhátíðin Franskir dagar á Fáskrúðsfirði er helgina, en hátíðin var fyrst haldin árið 1996. Markmið hátíðarinnar er að halda á lofti sögunni Frakka á Íslandsmiðum, sem og að Fáskrúðsfirðingar og gestir eigi saman góða daga. Hér ætlum við að fara að keppa í pétanque, sem er franskur kúluleikur. Á vellinum 4, amman og afi og rollurnar. Í Félagsgarði var margt manninn í dag á handverksmarkaði og margrómað kaffihlaðborð Kvenfélags Kjósarreps var vel sótt á hátíðinni Kátt í Kjós. Gamaldags rjómatertur, pönnukökur og skonsur. Það er alltaf langvinsælast. Hoppukastalar og andlitsmálun glöddu yngri gesti. Mér finnst mjög skemmtilega að hoppa sem hoppabelgi. Hvað þér ætlast? Mér finnst líka mjög skemmtilegt að hoppa. Hvað ertu með í andlitinu? Hönd. Voff. Á bænum Sogni var hörð keppni í rúlluskreitingum. Ég byrjaði bara að taka svona ljósan lit til að gera sandinn og gerði það og síðan tók ég bara 2 bláa og bara leika mér til að búa til sjó og svo síðan gerði ég bara sól og síðan valdi ég bara einhverja nokkra liti til að gera bakgrunninn eða svona. Já, og síðan ætlaði ég að gera pálmatré eða reyna. Það var bara spreyja sem er með flottasta vinnur. Hvað sér laga puttana? Já. Má ég sjá? Má ég sjá puttana? Eru allir út í ykkur málningu? Já. En hvað ertu með í kinninni? Hvað ertu með hérna? Ég var að spreyta svona bleikt á kinnina mín. Já, bara eins og maður gerir.
Kíkjum á veðrið. Hæg breytileg átt, skýjað og sums staðar dálítil væta. Skýjað með köflum og yfirleitt þurrt norðaustan til á landinu en sums staðar þokubakkar við ströndina. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á Austurlandi. Skulum skoða veðrið nánar að loknum íþróttafréttum. Heilmikil dramatík var á Evrópumóti kvenna í fótbolta í dag. Frakkland og Þýskaland börðust síðasta sætið í undanúrslitum. Breiðablik gat jafnað topplið Víkings að stigum í bestu deild karla í fótbolta og á botninum börðust KA og IA í hörkuleik. Við kíkjum við á opna meistaramótinu í golfi, Tour de France og hjólakeppninni í Rift þar sem hjólað við rætur Heklu. Íþróttir eftir augnablik. Rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Yfir 900 hafi verið drepin í suðurhluta Sýrlands í þessari viku. Sýrlendingar hér á landi segja þetta þjóðernishreinsanir sem verði að stöðva strax. Nýjar íbúðir seljast mun verr en gamlar en þannig hefur það ekki verið í rúman áratug. Fasteignasali segir mikinn áhuga á nýjum eignum en sífellt fleiri standist ekki greiðslumat. Ósvífnir hettumávar hafa í sumar rænt mat í miðbæ Akureyrar. Kaffihúsaeigendur ætla að freista þess að sjá við þeim og hafa ráðið fleygan dyravörð. Og sápubolti, hoppukastalar og andlitsmálun var meðal þess sem landsmenn gátu notið á bæjarhátíðum víða land í dag. Á Sogni í Hvalfirði var haldin árleg rúlluskreytingakeppni. Þá þessum fréttatíma að ljúka. Við kveðjum ykkur þessu sinni með myndum sem Arnór Fannar Rúnarsson tók í Vatnsmýri í Reykjavík, þar sem Sirkus Íslands leikur listi sínar í stóru sirkustjaldi. Sýningum lýkur víst helgina. Þökkum samfylgdina í dag. Verið þið sæl. Hús draumanna. Önnur þáttaröð þessara þýsku leiknu þátta hefst árið 1932. Harry snýr aftur til Berlínar frá Bandaríkjunum og þau Vicky fá tækifæri til að taka upp þráðinn að nýju. Á sama tíma uppgangur nasismans að hefjast. Und ich wollte dich sehen.